Komiði sæl árin góðir, þetta eldhús meistarana og við erum hérna á Hótel Selfoss og við fengum hérna bara veitingastjórann maður sem veit allt hérna til að fræðast svona aðeins þetta og svo ætlum við að sýna okkur svona meira frá þessu og nafnið þitt Ég heiti Viggo Dýrfjörð. Já, alltaf þegar við erum að segja frá svona hótelu þá langar okkur að vita hvernig þægilegast að finna Hótel Selfoss. Það nú mjög auðvelt. Það ekki flókið. Nei, ég held að það sé eiginlega með þessum stöðum sem það kemur bara sjálfur sér, eða ekki? Jú, eiginlega, þetta sko, eins og maður segir, eins og sagt, sko, það svona 80% af ferðamönnum á Íslandi keyra fram hjá Hótel Selfossi. Þeir fara yfir brúna, yfir Ölfussána, þá blasir þetta við, þannig að það ekki flókið að finna þetta. Já, og þetta heitir Hótel Selfoss. Já. Og þú varst að segja mér hérna að þetta svona eldgamalt hótel en það búið að vera svona margendurnýjað og betrumbætað og svoleiðis. Svona manstu svona sirkabát svona. Já, ekki margendurnýjað, það var náttúrulega byggt hérna, þeir byggðu félagsheimili, kaupfélagið hérna í gamla dag, ég veit ekki alveg hvað ár það var, en það er mjög langt síðan. Já. Og það eru salinni sem við erum með uppi, eru gamla félagsheimilið og það eru 20 herbyggi. Já. Og svo var byggt sem var tekið í notkun, nýbygging hérna 2000 árið aldamótin og það eru hótelið í heildina 99 herbyggi. Núna í dag? Núna í dag. Já. En sko þau voru, það búið að vera 99 herbyggi, ekki bara... Já, síðan 2000. Það hefur ekkert verið, þetta bara ein viðbygging, sko. Já. Einu sinni byggt við, sko. 99 herbyggi og með allt og allt. Ekki verið að pæla í stækkun? Jú, það það komið á teikniborðið? Jú, það allt bara í vinnslu í gangi. Já. Það verið ekki tala um, það verið á að byggja 4. hæðina ofan á nýju bygginguna. Já, hún var alltaf teiknuð inn, sko. Já. Það var aldrei gerð, þá að fara í það núna að klára það og það eru 27 herbyggi viðbót. Já. Þannig og það má kannski bæta einni svo viðbót? Já, ég veit ekki alveg. Það var alveg pláss fyrir hana, en þetta upprunalega tengingi var þannig að það voru 4 hæðir, sko. Og svo var líka lengi vel bíó hérna sem var bara alltaf hálftómt? Já, það nú reynda hérna núna bíó og það alltaf fullt. Já, en búið það inn eftir það allt saman alltaf? Selfoss bíó? Já. Það langt síðan? Það eru 2 ára gammalt. Já, og það er 2 ára gammalt. Maður bara að koma hérna aðeins af þetta. Eitt flottasta bíó á landinu, í dag. Og það bara gengur mjög vel hjá hann. Já. En við reikum það ekki, sko. Ég er nú sjálfur komið hérna ásvatíðir og þekkt nokkra hótelstjóra hérna og rekstraraðila, en ég er nú fylgst með þessu og komið svona. Og þetta hefur alltaf verið í fínum rekstri, þetta hótel. Og þetta hefur verið vinsælt, þannig að það er auðvelt að halda og þetta er náttúrulega líka mjög verið staðfest. Þetta er svona miður Suðurlandi og hérna á Selfossi rosalega mikil miðstöð fyrir aðra hópa hérna, þetta svo mikið. Já, og það sem hérna náttúrulega hópa koma orða og gista hérna og hérna kannski einhverja nætur og fara í dagsferði hérna á Suðurlandið og annað og það orðið meira það eins og fólk fer svo bara í dagsferð til Reykjavíkur. Já. Það töluvert orðin þar, sko. Já. Og kemur hérna bara beint á flugvellinum og hérna í einhverja 2-3 nætur og fer dagsferðir og annað. Já, en sko gaman að við förum núna bara yfir árið, hérna, þetta nú svolítið ástuðabundir vinnan á þessu. Já. Byrjum til dæmis bara á haustin, hvernig byrjar september? September hjá okkur, þá erum við náttúrulega að klára ferðamanna tímabilið og svo byrjar þetta bara fljótlega í september, þá erum við með tölvört af fundum og ráðstöfnum og svoleiðis. Já, og það oft búið að panta það 1, 2, 3 ár fram í tíman. Þið eru svo föstu í sessi. Já, september núna. Og það algengt 100 manna ráðstöfnum, 40, 50 manna? Já, við erum tölvört með fundi á öllum stærðum að gera. Já, hvað náðu þið stærsta fundinum? Sko, við erum með sali uppi og í fund, ég meina við tökum þar 300, við komum 380 manns í mat í einu, sko. Já, í sölunum uppi, já. Já, einn stóran sal. Já. Og þetta eru 3 salir sem þetta er að opna milli þannig að það verður eitt stór. En þið getur verið með ráðstöfnu alveg 120 manns sem oft algengt. Já, það er ekkert óalgengt hérna. Við erum með 200 manna ráðstöfnu eða fundi eða eitthvað svona. Já, það er heljar en umstangið gengur svona svoleiðis. Já, það er alveg hellingur. Já. Svo, eins og segis, svo byrja náttúrulega jólahlaupurinn hjá okkur. Í kringum miðjan nóvember. Já, kringum miðjan nóvember. Ég hef meitt frétt af því að það hefur verið vinsælt. Það tókst alveg svakalega
svakalega vel hjá okkur núna síðast og árið þar á líka. Já, þá kemur fólk, við vorum með Latta hjá okkur núna. Já, hann bara kom og fylgdi kóan. Já, meðal annars. Já, til dæmis, já. Þekki það, þess að ég var í eldgamla daga hérna 88, þá kom hann og skemmti hjá mér í Munaðarnesi og hann fylgdi eftir helgi maður, hann var hérna Latti 60 ára, þá var hann í 3 ári í Borgarleikhúsinu, hann átti afmæli í 3 ár, 60. Eldist ekki neitt, frekar ég og þú. Nei, það er gaman að hafa eitthvað svona, fólk vil hafa eitthvað svona. Já, þetta var mikið fjölskyldufólk hann og svo náttúrulega koma. Og er þá ekki fólk sem kemur og hérna, sefur hérna yfir? Já, það er yfirlt að þetta er mjög mikið svona fyrirtæki og Reykjavík að koma að því við erum alltaf með ball á eftir sko. Þannig að það er að koma fyrirtæki, já bara hvaðan ekki endilega Reykjavík. Og er það ekki líka bara alveg að koma á föstudeginum, hann gerir bara langa helgi? Jú, það er alveg. Og gera eitthvað á laugardeginum og svo gera flott við sig á... Já, við erum alltaf með jólahlaðborð bæði á föstudegi og laugardegi, þannig að það kemur ofta, það er hópur á föstudegi sem fer á laugardegi, svo kemur annar hópur inn á laugardegi. Já. Þannig að það er alveg Og svo byrjaði þetta og hérna, svo sagður mér áramótin, þá komin bara nýr iðngrein. Já, það kom nýr business. Við erum alltaf með opið hérna yfir jólaáramótin, þannig við erum að heilsast hótel sko. Og svo bara það byrjaði bara miðjan október, nóvember. Þá fara að koma norðurljósa hópar hérna. Norðurljósa hópar. Hvað er það langt síðan þetta byrjaði að vera svona mikið? Það sko bara hjá ykkur, hvað mannst þú eftir? Er þetta 1, 2, 3, 4 ár? Bara 2 ár, þá ég núna sko þetta byrjaði fyrir 2 ára síðan og bara byrjaði rólega en tókst mjög vel og svo núna þessu ári sem sagt, síðasta vetur þá var bara hellingur og það verður ennþá meira næst og þetta er alveg, eins og segja Hvert farið þið með það? Er það bara nóg hérna bara undir Ingólfsfjallinu? Já, þetta er fólk sem kemur hérna sérstaklega þessu hópa sem við erum með, þetta er fólk sem gistir í 2 nætur þeir koma hingað beint að Keflavík, koma hingað og svo fara það kvöldið bara, þá fer bara í rútunni þá farið niður á strönd eða upp í Keri eða eitthvað Já, og það sem að kyrðin er og engin ljós Já, þeir eru að keyra í burtu frá öllum borgarljósunum vera út í myrkurinn og eyðunni Wilderness Þeir fara eins og tölvöld niður á ströndina Hvað gerir þið fólk þegar kemur enginn hérna norðurljós? Það er bara óheppinn Já, ég hef heyrt þetta líka við getum ekki fólk er hérna á hótelum og það er bara í mat þeim er sagt að það er ekki alltaf þetta verður að skapast við vissar aðstæður en að fara bara út í bara middle of nowhere og upplifa algjöra kyrrð þetta er það sem fólk ekki búið að gera annar staðar í heiminum eða eins og við vetur það fór út og upplifa snarvillst viður og það var fínt Já, það fannst það líka Við getum farið að selja snarvillust veður norðurljós og auðnir Já, þetta er það var nú sagt að þetta væri business sem að hægt var að selja og fólk sko líka útlendingar þeir eru að leita þessu þeir sjá fullt af fínum mötum og fullt af flottum skúlptúrum en við höfum svo margt annað upp að bjóða það er bara íslensk náttúra og það byrjar í október líka Já, það er bara að byrja í október eins og á síðasta tímabili þá byrjaði þetta bara fyrstu hóparnir að koma seinnipartinn í október Já, og hvað náðu norðurljósunum lengi? Alveg fram í maí eins og núna Já, svona fram að páskum Fram að páskum Já, fram að páskum er töluverðin og hérna páskana þá skiptist þetta úr þessum vetrarferðamönsku yfir í sumarferð þá dettur aðeins niður eins og núna í ár rétt og svo bara miðja maí er þetta allt koma á full swing aftur sko Já, og það byrjar eftir áramót er ekki líka það sama systemið árshátíðir og fundir og það er alveg fram á vorið Já, við erum með sko eins og segja, þessi ferðamannhópar hafa verið hérna í Mýrvíku og svo er hérna bara alltaf fullt það er árshátíðir hérna allar helgar, allan veturinn sko Já, allan veturinn Já, það er alltaf og því við erum með þessa sælu, við erum alltaf með það er alltaf eins og hjá okkur á laugardögum er alltaf ball, við erum húsljósveit sem heldur ball þannig að það er að koma kannski 2-3 fyrirtæki 20-30-50 manna eitthvað og þau eru bara saman og svo er eitt gott ball á eftir Það er svo núna, við erum á föstudegi hvað er helgina?
Helgina nú erum við konur bara í ferðamanna ok, það verðum að eitt í einu. Nú erum við komin fram í vorið, við erum komin fram í mæ og breytist eitthvað þá? Já, það breytist, þannig að alltaf förum við í þessa hópa, ferðamannahópa sem að koma hérna og það er bara það er gegnumgangandi bara frá seinni partí svona upp miðju mæ og fram í september. Já, miðjan september. Er meira þá jafnara, mér heyrist þetta sé nú bara jafnaði hjá þér yfir allt árið? Það búið að vera síðasta árið búið að vera mjög gott. Mjög gott. Bara mjög gott og svo sjá það uppdekkað allt hérna. Já, bara fyrir kvöldið. Já, það bara, hér bara og svo ertu með salu uppi ef að þér vantar fyrir fleiri hópa? Já, út í það fyrr. Þeir vilja alltaf helst sitja hérna við gluggann og horfa á hana. Já, þetta heitir, ég vil sýna ykkur betur myndir að við náum ekki alveg að segja núna, en þetta heitir hérna Riverside. Já, þetta restaurant Riverside. Já, og hvað er það á íslensku? Árbakki. Árbakki, já. Það er ekki flóknir það. Nei, veit ekki hvað það er Árbakkin, Riverside. Já. En hann er bara til held ég eitthvað líka. Já, þannig að það er Riverside sem er hérna. Já. En hvernig sérðu fyrir þér næstu 3, 4, 5 árin? Heldur að þessi túrhestavæðing hafi mikið að segja? Að þessi aukning? Þú finnur fyrir því, eins og seinastar, þú lítur að hafa fundið það út af þessu? Já. Ertu þá ekki bara rosa bjartsýnn á þetta varði? Jú, hér eru allir bjartsýnir og hótelið er alltaf fullt og hér eru fólk út allan bæ, ekki allan, hér verður að opna töluvert meira gistingu á Selfossi. Pláss fyrir það og fjölbreyttari, bókast í það ágætlega bara líka og þannig að allt hjálpast þetta að og dregur að Heyrðu, var eitthvað annað? Jú, við glemdum ykkur. Já, við glemdum alltaf minnast á þann þegar ég var að tala eins og með ásatíðnarana þetta spa sem við höfum sem er náttúrulega mjög vinsælt Ég ætlaði með þetta að segja það, þetta spa, ég hef oft farið það er alveg rosalega flott og ég held að það sé mikið aðdráttarafl fyrir þennan stað að geta farið í spá. Það er mikið nóð bara eins og ásatíð hópa til dæmis þá kemur fólk hérna og það fer í spá og það er snirtistofa þarna og eru snirtifræðingar og nuttarar að vinna fólk er hérna Reykið þið það sjálfur eða aðrir sem reyka það eða? Við reykum það sjálfur. Það reyka það sjálfur. En svo eru snirtifræðingar og svona sem kemur Já, það er enda sú starfsemi er reykinn sér Já, og það þarf að panti það þetta er alveg svolítið system. Við áræðum góð, við ætlum að sýna okkur myndir af spæðinu og svona Heyrðu, við ætlum að koma inn aftur á eftir og þá ætlum við að fá að kíkja hans í eldhúsið og sjá hvort við kunum eitthvað elda þetta. Aldrei að vita. Aldrei að vita hvað það geta þessi gurur. Takk fyrir. Takk. Góður, nú er komið að skemmtilegasta partinn. Það er flott að vera með eldhúsmeistarann og fá að smakka alltaf svona fína mat. Heyrðu, við erum hérna stödd í Riverside og við erum að smakka hérna af kokkurinn útskýrur hérna hvað þetta er og nafnið þitt er? Ég heit Elvar. Elvar? Já. Og þú ert búinn að vera kokkur hérna lengi? Ég er búinn að kokka hérna í 1 ár. 1 ár? Já. Og lærið þér í Perlunni og? Já. Og þessari nýju línu sem allir ungir og flottir kokkar eru með? Já. Þetta lærði maður. Alveg bara, þú veist, elegant, ég tók alveg eftir þessu, þetta er svona, þessi lína. Já. Þetta var annað þegar við vorum kokkar í gamla daga, þá vorum við með hérna, það er ekki svona, fínir í svona, hérna, rúllað inn og búið til maukur og fróður og svona. Erum við ekki kokkar ennþá? Jú. Já, það var gert í gamla daga. Já, þetta var öðru sig. Já, en núna er þetta bara klassi og við bara höldum utan á það og bara segjum já takk. Mjög skemmt. Ef þú útskýrir þetta svona fyrst, hvað er þetta? Þetta er hérna... Þetta er aioli. Aioli, hvað er það? Það er hvítlauksmajónes og ofan á því er þurrkað söl. Já, og það er majónes með hvítlauki? Já. Og svo sá ég að þú varst að undir að því mér langar að smakka alltaf fyrst sér og svo saman. Þá ertu með hérna? Þetta er laukur, fennel og spínat. Laukur, fennel og hvítvín? Já, og svo er þetta soðið niður í hvítvíni og endað með að setja spínat yfir. Já. Maður finnur hvítvinnið maður og spínatið og
og þú veist, samt laukurinn svona krispi og flottur, sko. Já, það ekkert sem á að yfirgna annað þarna í þessu. En síðan þetta humarúlla? Já, þetta þetta humarúlla. Hún smurðað innan með humarfarsi. Já. Og svo röðum við humarhölum inn í og rúllum upp og veltum upp á hvítlausolíu. Já. Og þetta sagði þú þetta væri búið að vera hérna frá ómunatíð. Þetta er búið að vera hérna lengi og þetta er eitt af því vinsælla sem við erum með hérna svolítið. Og þeir eru að fá einmitt nýjan seðil hérna og sagði það má ekki taka hennar réttur. Nei, þetta er alveg... Eitthvað sem er gott og klassískt, það má ekki taka út. Nei. Þetta lítur þetta vel út. En hvað er þetta hérna græna? Þetta er bara brauðið. Já. Og ég sé að þá velti ég þessu upp úr grænni hvítlausolíu. Já. Sem gerir það verkum að kemur svona græn húð yfir ofan á þetta. Já, þetta. Þetta er til, já. Til, já. Já, og svo er það bara inni, sko. Og þetta bakar í ofni. Já. 190 gráður. Já. Sjáu þið hérna inni, maður finnur hérna humarinn maður og fassið. Og finnur líka, sko, smjörbragð hérna og humarinn hérna. Þetta er rosalega gott, ég skil út af hverju, ég skil alveg út af hverju hérna... Fáralega einfalt en svakalega. Já, og líka samsetningi, sko, nú ætlum við að prófa þetta allt saman. Já. Smá öllu og smá ravioli. Já, þetta er alveg bara frábært. Og svo bakið þið náttúrulega alltaf sjálfur svona brauð hérna flott. Já. Og hérna, og smjör, hvað, vex þetta trónu? Þetta er eitthvað spesmjör? Þetta er bara náttúrulega smjör úr sveitinni. Og hrært upp? Já. Í alveg, er þetta sveitarsmjör? Þetta er bara úr mjólkubúinu, þannig að það er í sveitinni, þannig að þetta er sveitarsmjör. En hérna, hrærið það svona upp? Já, þeytum við upp. Og svona gróft salt ofan á? Já, og blöndaði við söl. Já. Sem við fáum bara hérna úr fjöruninni yfir Þorlákshöfn. Já. Þetta er gott að hafa svona saltið með. Já. Ég klára alltaf allan matinn og eftir en ég þarf að smakka meira. Við setjum þetta hérna og fáum svo hérna steikina. Steikina, sjálf. Já, og þetta er lambarhryggvöðvi. Já. Og hérna er... Eins og bakaða hvítlaukskartöflumús. Já, það eru kartöflur og hvítlaukur, svoðið og músað. Já, og vel að smjöri. Já. Svo undir þessu er sellerírótar mauk. Já, hérna. Já, oppbakaða gulrætur. Já. Og súvídeldaður rófur. Hvað er súvídeldaður? Súvídeldaði þá er eldað í vakúmpoka við þess að kjörhitastig. Sem eru, hvað, 55 gráður eitthvað svona? Í þessu tilfelli er þetta kringum 80 gráðnar. Já, í svona rónir. Við erum ekki með rónir, við eldum þetta bara í ofni á gufunni. Já. Það er allir ungir kokkar með rónir. Já. Setja þetta í rónan. Setja þetta í rónan. Það er, maður svona fylgist aðeins með þá maður komir aldrei. Við vorum líka oft með róna. Já. Ég byrjaði að fylgja það og svo að hóa. Alls ekkert og mikill hvítlaukur, það er gott. Það er gott, maður finnur það. Það má ekki dóminera yfir annað, sko. Nei. Já, gott sellurauðarbragð. Og þú kryddar það eitthvað til, hvað er því? Já, það er bara salt og pipar og epledik. Já, epledik, en það er engin sæta? Það er engin sæta sem kemur á. Það er bara sætan sem er í sellurínu? Já. Ég finnst nefnilega að það bara er... Þetta verið að eplediki sé að blata þar, sko. Já. Og ég ætla að hérna, þú veist, smakka á rónu, ég vil bara fá alltaf eins og ég svona... Já, það passar vel við. Og gulræturnar kleik ekki. Þetta er rosalega flott, maður. Fáum okkur svo einn bita. Og sósu, hvaða sósu er þetta? Það er rauðvínsósa. Já. Gamla góða. Finnum nú sóðið sem við gerum á staðnum sjálfsögðu. Já. Þetta er bara, þú veist, þetta er bara eins og silki, þetta rennur upp í manni. Og lambið er náttúrulega fyllið er rosalega gott. Já.
Þetta frábært og þetta à la carte matur, þetta hægt að fá nýseðli sem að koma núna og það hægt að fá þetta lamb og þannan ömar ásamt fleiri góðum réttum. Já, við erum að taka í gegn nýjan matseðil, byrjum bara með að vandir strax í næstu viku. Hann var að segja okkur frá að þess svona árið að þið eru með túrista sem eru að koma á sumrin, svo eru þið með ráðstefnur og þetta ekki sami maturinn í þessu öllu saman, veistu? Nei. Svona, hvað algengast í ráðstefnum maturinn? Það humarsúpa, lamb og heitt súkkulaðikaka. Það klikkar ekki. Nei, og það líka allir ánægðir með hana. Já, það gott að klikka seint. Já, gott að klikka. Það þá fylli eða það læri eða? Það lambafylli. Já. Það klikkar ekki. Ég hef heyrt þessa setningu áður og þetta líka þegar 150 manns að borða og þú veist það allir rosalega ánægðir með þetta. En svo það breytilegt á sumrin með hópana þá. Já, þá Þau voru að segja mig bara með vikuseðil, hefði ekki? Jó, þá setjum við bara upp vikuseðil, þannig að á mánudum þessi tiltekni matseðil og þriðjudum annar matseðil. Þannig að við stiltum þessu upp þannig að við erum með hópa sem eru kannski 2-3 daga. Þá lendar aldrei því að fá, kannski, þá alltaf fiskur, kjöt og dýr þannig. Já. Þetta bara þægilegt að fá ferðaskrifstofurnar útsendi sín. Já, og þið eru með tilbúni lager fyrir þetta og svo ef að koma svona sérbantanir þá ekkert mál að redda því. Nei. Og hópar sem stundum vilja einhvern annan mata, þá það náttúrulega aldrei neitt mál. En þetta algengt að fólk komi bara á götunni hérna og ekki sem í gistingu? Já, við erum náttúrulega með opið restaurant hérna frá 11:30 á hverjum einasta degi. Já, og allan daginn? Allan daginn, já, og það hérna, og það bara góð trafík af, eins og við köllum à la carte gestum, af fólki sem kemur inn á götunni og ekki að gista. Það bara verið að aukast. Já, þegar maður fær svona flott að borða þá trúi ég því alveg. Ég nú komið hérna í gegnum árin og þetta hefur alltaf verið rosalega flott. Þetta bara byggt og flott grunni. Já. Heyrðu, en við ætlum að bara þakka kærlega fyrir að fá að koma og smakka á þessu og tjekka á þessu og alltaf svona í lokin þá finnst mér óalega gaman að segja en það þarf kannski ekki með þennan stað. Hvar finnum maður Hótel Selfoss ef við gerum það samt? Finnur hann alltaf á Selfossi við brúna. Já. Eins og þú sagðir, það 80% ferðamann sem keyrir fram hjá hótelinu og þetta bara fyrsta sem þú sérð þá ferði við brúna í Ölfusi. Yfir Ölfusa brúna. Og þetta bara stóra byggingin og vel merkt og ekkert vandamál að finna. Ekki neitt. Og ekkert mál að koma í mat. Ekkert mál að koma í mat, svona flottan. Og svo getur fólk líka, hópar komið hérna, valið úr, þú veist, það getur verið árshátíðir og þú sagði giftingaveislu. Já, við erum með brúðkaup og allt stóramæli og allt svoleiðis. Og þið bara takið hópina eftir, ég sá hérna hjá okkur líka á blaði, svona hópamatsela, alveg ódýrari og alveg upp úr og hægt að gera hvað sem er. Já, og þeir eru náttúrulega bara til viðmiðunar og getur maður sagt þessi sæli að fólk hefur einhverja sérstakar óskýr og þá hefur það aldrei verið neitt mál. Og við erum staddir núna á föstudegi fyrir kótilettuna og morgun ætlum við að taka heilsteikt svín og naut og þið ætlum að grilla kótilettur hérna úti. Og við ætlum að taka myndir af því líka og sýna ykkur þannig að þið takið þátt í fjörunni og kótilettunni. Það taka allir þá. Allir þá, því mér heyrist það. Hefur við þökkum rosalega vel fyrir að fá að koma í heimsókn. Já, bara takk sömuleiðis að koma. Takk hérlega fyrir komuna.